Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessum ágæta þriðjudegi 28. apríl. Hjá mér María Lilja, vertu velkomin. Takk fyrir og til að hamingju með daginn, Björn Þorláksson, til að hamingju með afmæli. Já, þakkaði fyrir, þakkaði fyrir. Það svona í gamla daga þegar maður átti afmæli þá var veislur og voða gaman og pulsupartí og nammi. Núna bara vinnumæður. Nú bara vinnumæður, það er bara alltaf að vinna. Já, nú þetta bara þannig. En áður en við förum í efni dagsins sem fjölskrúðugt, þá langar mér svona til þess að kannski ræða aðeins við þau fréttamál sem að hæst ber. Eitt af því sem maður að lesa núna, það til dæmis eins og RÚV hefur sagt frá að sko Svíar eru bara að verða hræddir að flugvélabensín, það verið skortur á því. Já. Og það Íransstríðið og afleiðingar þess, þær að verða sennilega meir og meiri og hvernig líst þér á svona það hvernig það mun hitta okkur Íslendinga fyrir? Sko, það segir sér sjálft að við verðum ekkert síður fyrir þessum áhrifum heldur en önnur lönd í Evrópu eða bara önnur lönd í heiminum, ekki nema við kannski förum að semja við byrgja einhvers staðar annars staðar í Rússlandi eða Kína. Þar verðast olíubirgðirnar og olíuflutningurinn, hann verðist ganga ágætlega undir þeirra fánum. Hvað þetta stríð varðar, þá þetta í rauninni, þetta innrásarstríð Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og Líbanon. Og það ekkert útlit fyrir að þessu sé neitt að ljúka. Því að Bandaríkin hafa ekki sýnt neitt vilja. Annan heldur en að svona, það á að vera eitthvað sem heitir vopnahlé í gangi núna, en það hefur samt sem áður ekki verið virt að hálfu Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna. Það yfir 3000 manns í Líbanon sem hafa verið drepin núna bara síðan þetta hófst. Íranski herinn segir frá því í dag að það bara ekkert, þetta ekkert skylt við vopnahlé sem sé í gangi, þannig að spennan virðist einhvern veginn vera magnast upp aftur og nýju. Og fyrir vikið þá verður þessi alheims skortur á eldsneyti. Já, og mjög sterkt sko þetta með að Trump sé í örvæntingu að reyna að halda andlitinu, hann algjörlega búinn að missa andlitið og það engin góð leið tilbaka fyrir hann því að maður veit að kallar eins og hann þetta snýst svo mikið andlitið og við bara í einhverjum marvaða núna út af rugli og sem sagt sýndarmennsku forseta Bandaríkjanna. Og talandi Trump og sýndarmennsku, þá ég tók eftir því að það var lítið fjallað skotárásina á Trump í íslenskum fjölmiðlum. Það var önnur skotárás sem var núna á dögunum, 2-3 dögum síðan, í þessum gala kvöldverði Hvíta hússins og þeirra velunra. Maðurinn sem var handtekinn sagðist hafa ætlað að drepa Trump og eitthvað af hans slætti. Síðan koma þetta samsæriskenningarnar að vegna þess að Trump kemur 40 mínútum seinna eftir þetta tilræði, þá kemur hann fram í fjölmiðlum og hann talar að þetta sé ástæðan fyrir því hann þurfi að byggja þessa gríðalegu viðbyggingu við Hvíta húsið, the ballroom, eða ballsalinn. Og sem nú svolítið svona óvanalegt og þetta svona sama stefið í öllu og það sem áhugavert í þessu líka að það eins og fólk trúi þessu hreinleiki. Það þeir hættir að kaupa það sem það svolítið svona úlfur sko. Það þú veist, það eins og fjölmiðlar, eins og almenningur, eins og fólk reynlega, ég meina þetta auðvitað stór mál að einhver skjóti á Bandaríkjaforseta, en ekkert í fjölmiðlum, ekki íslenskum og lítið svona í alþjóðlegum. Já, maður klórar sér í kollinum sko þegar þessi gildi og viðmiðin sem við höfðum þetta hefur fært svo hratt til. En svo það líka heima harmleikur Jóns Péturs Símsen
maður fylgdi spenntur með framhaldinu á færslu hans. Ég sá hann á X í fyrradag og ég hugsaði með mér, nú verður allt brjálað, og svo eskalerst hægt og rólega, og svo í dag þá biðst hann afsökunar á færslunu, það umræðin og alþingi, og þetta semst færsla svona fyrir þá hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvað við erum að tala sem að talaði að náttúruval, 1000 ára náttúruval. Hann talaði geðheilsu ungra kvenna, það segir hérna 15-25 ára, er á hrikalegum stað og þetta nú bara staðreind. Hann segir að það rökleiðslan sem að hann segir að þetta sé vegna bælingar á árþúsundar náttúruvali vegna skoðanaframsækjana háskólamanna af hugvísindadeildum, og hann að tala kynjafræðina meðal annars. Það eitt áhugavert, eitt sem sló mig strax í þessu og það þetta aldurspil 15-25 ára, geðheilsa kvenna 15-25 ára, þetta börn. Og einhvern veginn að tala þær í sömu andrá og náttúruval og þá barneignir og heimavinnandi húsmæður, eitthvað svoleiðis. Það bara einhvern veginn, það algjörlega gjörsamlega galbilað. Fannst þér að vera að segja að 15 ára stúlkur gætu verið ófrískar? Þú veist, eins og ég lasi það þetta sá hópur sem að verst stendur hvað geðheilbrigði varðar, og hann að segja að þetta sé nú hann einhver tenging á milli þess að konur sé ekki lengur heimavinnandi eða eignist færri börn og það væntanlega náttúruvalið sem hann að vísa í. Og verið óhamingjusamar af því að fara út í atvinnulífið og takast á við störfin sem karlarnir hafi sinnt. Akkurat. Hann augljóslega eðlishyggjumaður. En sem sagt þetta fer á stað með látum að sér einhverja þingkonur taka þetta upp og svona, og hann móast fyrst við og útskýrir hvað hann á við, en svo í dag þá gefst hann upp, og þetta einhvern veginn ekki fyrsta skipti sem hann lendir í svona vandræðum og ógöngum með tjáningu sín. Nei, það sem að mér þetta áhugavert var að ég þekki mikið af hans fyrrum nemyndum. Góðum konum sem eru margar hverjar framalega í frelsisbaráttunni og baráttunni fyrir betra samfélagi, sem að voru til að tala Jón Pétur Sigmsen sem einn af sínum uppáhaldskennurum, kennari sem að einhvern veginn gerði þær að þeim sterku konum sem þær eru, og margar hverjar svona supukveljur yfir þessu, hann skildi láta þetta fram. Þeir eru að spyrja hvað kom fyrir Jón Pétur Sigmsen? Já, og svo litið, bara hvernig vogar hann sér? Af því að þetta var maðurinn sem þeir treystu, og ég sá ekki bara eina svona færslu, ég sá nokkrar. Hvernig í ósköpunum hann bara, ég gæti látið svona út úr sér, en hann greinilega, ég veit ekki, mér finnst alltaf gott þegar fólk sér að sér. Já, vissulega, en þetta samt ef þetta verður svona endurtekið efni að maður segir eitthvað og maður þarf svo að biðjast afsökunar á því og allir ýmist hlæja eða hata þig, djöflast í þér á meðan. Þetta kannski ekkert mikil pólitísk inneign sem verður til. Nei, maður veldur fyrir sig svona hvað er hann eiginlega spá? Ég veit ekki, hann hefur nú væntanlega fengið skömm í hattinn frá flokksystrum sínum sem að margar hverjar eru svona allavega orði miklir feministar. Ég heldur að það hafi verið þrýst á hann að... Ég hugsa það nú að nú formaðurinn kona. Já. Og ég efast að þetta sé og ekki bara það heldur, hún er sérfræðingur í kynjaðri hagstjórn, þannig að hún er einn af þessum útskrifuðum af hugvísindasviðu þú veist, hún er mannfræðingur? Hún er mannfræðingur með kynjafræði þannig að hún er bara, ég held að ég held ekki að fullir það, hún er mannfræðingur með, hún tók kynjafræðina með svona sem auka. Ok. Heyrðu, en þetta svona það sem okkur dettur í hug að fara yfir í örfáum orðum. Eitthvað fleira sem hefur vakið athygli sem þú vilt nefna áður við förum á dagskrá kvöldsins? Það svo sem alltaf eitthvað, en nei, við skulum bara segja þetta gott í bili. Renna okkur í þáttinn. Já. Sko, við viljum að enda þáttinn á því að Breki Karlsson, hann kemur formaður Neytendasamtakanna og fer yfir tillögur að verðbólguletjandi úrbótum sem að Neytendasamtökin hafa lagt fram í samtali við mig, en megin efni okkar nú áhyggjur af því að allt sé að hækka og það muni hafa áhrif á vaxtaákvarðanir og lánin okkar og allt það
og það var svona, já, þú heyrt valkyrjurnar tala að þær vonist til þess að sumarið 2026 verði verðlækkunar sumarið mikla eins og það hafa kallað það. Ég get alveg tekið undir með þeim, ég vona það sannarlega líka. Mætti vona það, ég held að það sé ekkert sem bendi til þess. Nei. Og núna síðast maður að heyra það að þeir sem fóru á vetrardekkjum yfir á sumardekk, þeir hafi séð 10-15% vermun frá því í fyrrahaust þegar þeir fóru af sumardekkjum yfir á vetrardekk. En vonandi verður þetta nú ekki aldjöfulegt. Svo kemur Ásdís Olsen, hún ræðir við Gunnar Dan sem uppljómaðist eftir taugáfall. Svo segir hér í texta, hann segir sjálfsblekkingu, falslegar og ofbeldi hafa einkennt líf sitt fram að því. Nú við einn af góðvinnum samstöðurinnar Gísli Tryggvason, hann kemur hér og ræðir spillingu og lagaleg álitamál sem tengjast fréttum líðandi stundar og hann ekki síst að tala Daða og við tveir og hvað Daða fjármálaráðherra gekk til þegar hann hvarf frá fyrri viðhorfum eftir útgerðarfréttina í Berlínske og segir, það engin spilling á Íslandi, hún bara í Namibíu. Er það eitthvað sem að þú vilt hafa einhverja skoðun á? Við vitum öll að það spilling á Íslandi. En af hverju tekur hann þess að beygja? Já, ætla hann sé ekki bara flettur inn í sömu spillingu. Ég veit það ekki. Og það bara gerst á nokkrum dögum frá því að hann talar sinn eigin hug og einmitt maður svona klappa pínlítið fyrir. Það blaðamenn berlínskir þeir hafa nú sagt frá því hvernig var þrýst á þá, hvernig þeir fengu símtöl og samtöl að þeir skildu ekki voga sér að snerta íslenska sjávarútveginn eða fjalla hann með nokkrum hætti. Ég ímynda mér bara að þetta sé eitthvað einn svipað. Ég veit það ekki en ég ímynda mér að það geta hafa gerst. Kannski fekk hann bara uppringingu. Þetta eru rosalega skilaboð sem hann að senda íslensku þjóðinni og þetta eru rosalega skilaboð sem við sem eru með ný stjórnvöld og heldum kannski eitthvað myndi breytast erum að fá. Já, og þar fyrir utan að spillingin í Namibíu var svona meðal annars vegna íslenskra auðmanna. Heldur betur. Það er jafn glæpsamlegt að borga mútur eins og það. Akkurat. Já. En við förum svolítið vel yfir þetta, ég og Gísli og svo nokkuð sláandi viðtal við Ragnheiði Þorgrímsdóttur íbúi í Hvalfirði. Hún segir að mengun frá stóriðjusvæðinu á Grundartanga sé svakaleg, miklu meiri heldur en talað sé og sé orðina miklu dragbít sem hamli framþróun á sveitarfélaginu og hennar svona eldræða umhverfismál sannarlega eitthvað sem að mér finnst eiga vel heima í upptakti sveitarstjórnarkosningana því að hún að fjalla þetta, hún að tala við sveitarstjórnarfulltrúanum þetta mál, þannig að gaman að geta verið með kosningaumfjöllun úr Hvalfjarðarsveit, við erum ekki á hverjum degi með fulltrúa þaðan en þú ætlar að hefja þáttinn á hverju? Já, Kristín Pálsdóttir, framkvæmdastýra Rótarinnar, hún kemur hérna til mín og ræðir kæru félagsamtakana Rótarinnar til sem þau hafa kært ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands til úrskurðarnefndar upplýsingamál en Sjúkratryggingar synjuðu aðgangi Rótarinnar að upplýsingum í samningi við SÁÁ þar sem að Kristín og félagar eru svona að reyna að sjá með því að kalla eftir þessum upplýsingum svona hvernig fjármunum ráðstafað í þessum málaflokki. Kristín hefur verið mjög gagnrýnin á SÁÁ og svona það sem að hina meintu spillingu innan bors. Það sé lítið gert í svona alternatífu prógrami það SÁÁ fái í rauninni allt fjármagn og hún svona að kalla eftir því að þetta verði allt skýrt og upp á borðunum sem að í rauninni okkar réttur. Þetta fellur sannarlega undir lögum upplýsingamál. Þannig að umræðefnið öðrum þræði að opinbera stofnanir standi fyrir einhver svona leynimakki. Svolítið þannig, því að það eru það eru miklu hagsmunir þannig í húfi. Þetta eru heilmiklu fjármunir, þetta eru líf fólks og limir sem eru þannig undir. Það eru einhverjar ástæður þannig að baki og Kristín ætlar að leiða okkur í allan samleika hér það. Spennandi. Herru, takk fyrir komuna. Já, sömuleiðis. Og sem sagt þátturinn að hefjast eftir andartak við fá nokkrar auglýsingar
og svo bara hefst rauða borðið í allri sinni dýrð, spilling á fleirum en einum stað í þætti kvöldsins, gjörðu svo vel. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Þakklæti kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður gott og það alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.